Þannig að í sprengidagsins í dag er ég með Móla sem að er frá fjölmiðlamanni eða podcastara sem heitir Winston Marshall og hann var nú kannski frægur fyrst fyrir að vera banjóleikarinn í hljómsveitinni Mumford & Sons en var rekinn úr henni, ég talaði um það áður, fyrir það að hrósa bók á Twitter sem að hét Unmasking Antifa eða Unmasked, það sem að bók sem að rannsóknarblaðamaður fjallaði fasista vinstri samtökin Antifa og banjóleikarinn í Mumford & Sons setti eitthvað bara great book, eitthvað vel gert og svona og hann var rekinn úr bandinu fyrir það. En hann er búinn að stofna frábæra hlaðvarpsrás og er með flotta umfjöllanir stjórnmál og samfélagsmál og hérna er hann að fara aðeins einmitt yfir nokkur fact-check sem voru ekki gerð í debattinu, þar sem að Kamala Harris, hún var ekki fact-checkuð, aldrei, en þeir voru vandræðilega ákafir í fact-checkum hjá Donald Trump og það var reyndar ekki allt rétt sem að þar var hent í hann. En við skulum bara sjá þennan Móla, hann talar fyrir sig sjálfur, skulum hlusta aðeins á Winston Marshall. Wait, seeing as the moderators failed to fact-check Kamala Harris, here are some of her most flagrant lies. Kamala claimed that Trump said this about Charlottesville. Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. But here is what Trump really said. And you had people, and I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. Kamala said Trump incited Jan 6th. And on that day, the President of the United States incited a violent mob to attack our nation's capital. But here is what he said at the preceding rally. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Kamala continued to spread the lie that Trump endorsed Project 2025, even though he had nothing to do with it. If Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. But there were some more significant moments from this debate that people seem to have missed. What Donald Trump did, let's talk about this, with COVID, is he actually thanked President Xi, when we know that she was responsible for lacking and not giving us transparency about the origins of COVID. Are Democrats now changing their position on the origins of COVID? Maybe it's got something to do with this. 7 out of 10 American voters think COVID-19 came from a lab. Kamala was also keen to emphasize bodily autonomy. I think the American people believe that certain freedoms, in particular the freedom to make decisions about one's own body, should not be made by the government. But has she memory hold that the Biden-Harris administration issued this in September 2021? Executive order on requiring COVID-19 vaccination for federal employees. So where are we now and what does this all mean? Well, if I'm totally honest, my biggest takeaway was that the debate was uncharacteristically boring. The latest episode of America wasn't as compelling as recent episodes. I really don't know what he said at the end of that sentence. Shots have apparently been fired. Donald Trump has been injured. President Joe Biden has just announced that he is dropping out. Ég skal bara segja þetta gott, þetta er rétt það sem Winston segir að þetta debatt var ekki eins æsilegt og síðustu kaflar í þessari sögu hafa verið, þeir hafa margir verið mun kræsilegri, en það er mikilvægt að benda á að sem hann gerði í þessu stutta broti þarna að hreinlega margt af því sem Kamala Harris segir er bara hrein og klár lygi. Ég hef farið yfir hérna áður, Project 2025 frá The Heritage Foundation er eitthvað sem að Donald Trump hefur aldrei lesið, aldrei séð og hefur ekki komið nálægt í að skrifa. Einhver áætlun íhaldsamrar hugveitu eða think tank í Washington sem að vill einhver öfgafull hægri gildi sem mest. En Donald Trump hann hefur fullyrt bara hreinlega, hann hefur aldrei lesið þetta og hann hefur aldrei komið nálægt þessu og hefur engar fyrirætlanir að fylgja Project 2025 að neinu leyti. Og þetta er sem sagt
það sem við sjáum að allir fjölmiðlarnir tala það núna bara að Kamala Harris hafi verið mikið til sókn í þessu, hún hafi talað hann í kaf og spyrlarnir þeir hafi verið sko með fact check live sem hafi leitt í ljós að Donald Trump hafi bara verið að ljúga. En þetta alls ekki nákvæmlega þannig. En fyrir það fyrsta, og við erum að gefa sko þeir sem undirbyggu Kamala Harris mikið hrós fyrir það að þeir náðu að breyta henni úr því sem hún raunverulega sem sko allt hennar tal einhvern veginn, ég lýsti þessu áður, hún svona eins og svona pot smoking unglingur að filosofera lífið og tilveruna, svo eitthvað the world is around and we go around and eitthvað bla bla jólakaka rugl sem að meikar engan sens, en hún hún var gerð af svona frambærilegum frambjóðanda í þessu spjalli. Þetta hefur bara verið coachuð eða þjálfuð alveg í döðlur og það verður að gefa þeim sem að undirbygguna gott hrós fyrir það. En svo þegar við sko ef við setjum á okkur álhattin sem að vel við hæfi í núverandi ástandi, að Demókratar hafa margsinnis lýst yfir, hvort sem Nancy Pelosi eða Biden eða allir áhrifamenn demókratar sem hafa talað þannig að það verði að koma í veg fyrir að Donald Trump verið forseti. Það það bara versta sem getur gerst, hann er ógn við lýðræðið og það verður öllum meðölum örubreitt, það tilgangurinn helgar meðalið. Þannig að þau eru til í að gera hvað sem er og við höfum það fyrir víst að í gegnum tíðina hafa þær verið í samstarfi við Google, samstarfi við Meta, samstarfi við Twitter á sínum tíma. Og samstarf allt og vægt orð, þá að tala samsæri. Þetta lyktar af því að ABC sjónvarpsstöðin hafi hreinlega unnið þetta í samstarfi við demókratana. Það að segja Kamala Harris, hún hafi verið búin að fá að sjá allar spurningarnar. Það var tekið samt fram í upphafi debattsins að hvorugur frambjóðandana hafði séð spurningarnar. En þetta lyktaði og hljómaði þannig að hún hafi lesið þær allar og verið búin að þjálfa sig og æfa kvöldið út frá spurningunum fyrirfram. Hann hafi sem sagt verið einn á móti þeim þrem, enda kom reyndar í ljós að spyrillinn, kvenspyrillinn sem man ekki hvað heitir, hún er persónulegu vinur Kamalu Harris sem er eitt og sér bara, eitthvað risa rautt flagg, hvernig það ekki gengið upp. Einu kapparæðina sem að forsetaframbjóðandi fer í séu framkvæmdar af persónulegum vini sem var með henni í systra samlagi í sorority klúbb í háskólanum á sínum tíma og Kamala Harris kynnti hana fyrir manninum hennar, þessi spyrill og eiginmaður hennar, þau kynntust í gegnum Kamalu Harris á sínum tíma. Og hvað er hún að stjórna debattinu? Þetta er náttúrulega algjörlega galið. Og kemur á daginn að hún fær engar follow-up spurningar, hún er ekki fact-checkuð, hún fær að komast upp með að ljúga sig bláa Þannig að það er ekki allt sem sýnist eins og maður segir og mér fannst nú Donald Trump bara standa sig nokkuð vel. Þetta tókst henni að það sem hún hefur verið þjálfuð upp í að gera er að draga hann inn í svona persónulegar honum fannst persónulega sér vegið þannig að hann fór í persónulegt skítkast, það var aldrei gott fyrir hann en mér fannst hann samt ekki hafa tapað þessum kappræðum að neinu leyti en það verður hver að dæma fyrir sig en manni finnst eins og það sé þannig lykt af þessu að það eigi ekki að leyfa Donald Trump að verða lýðræðislega kjörinn forseti Bandaríkjanna en það kæmi ekki óvart ef það kemur í ljós einhvern tímann að enn eitt samsærið væri þarna baki, alveg þess rétt eins og samsærið með Google, samsærið með Meta og samsærið með Twitter. En gaman að þessu, það er augljóslega mikilvægt að sjá fleiri en eina hlið og ekki bara lesa RÚV og vísi.is, því að þá fáum við mjög brenglaða mynd af málum.